Já, held ég. Það eru Pinky bræður, Add og Iddi. Er það Viva la Mexico eða? Viva la Serrano! Fresh Happy Mex, sagði einhver. Heyrðu, geggjaður, það er slókanið Já, það er slókanið hjá þeim. Já, ég byrst afsökunar, það er, hvernig er röddin? Það er svo hálf tæp eins og sért búin að vera að fá þér smá viski. Ég er eins og Stephen Hawking eftir Epstein Islands. Það er eitthvað eitur á leiðin úr mér. Stephen Hawking, sjá. Ertu ekki búin að sjá það? Hann talaði nú ekki mikið, nei, ég sá að hann var í þessum skjölum. Já, hann fór á Epstein Islands. Ég er að tala um það. Ertu ekki búin að sjá? Þú veist, ég nenni ekkert að fylgjast með hver í einhvern skjölum. Eða þú veist, maður velti því fyrir sér. Ég skil ekki, ég er náttúrulega ekki búin að kynna mér þetta mikið. Ég veit að Epstein var eitthvað barnaperri og alls konar dót, sko. En svo að vera að saka fólk sem þekkt hann. Þetta fólk er saman sem milli þess að þau hafi vitað hvað hann var að gera og að vera vinnur hans, eða þú veist, því að Já, ég vissi ég hefði átt að senda á þig. Tökum 20 sekundar pásu, bara strax í byrjun. Ok, segjum það. Já, ok, þá er pásunum lokið, þannig ég gerir ráð fyrir samkvæmt þessu sem varst að sína mér að Stephen Hawking hafi vitað af Það var eitthvað hans órum. Já, börsið frá því, við förum ekki að draga Nei, já, þú veist, hvað veit maður svo sem Reyndar, sko, það er oft mjög gott að við tökum þessi mál fyrir því að þau eru mjög oft notuð í pubquizum. Ég var í pubquizi núna nýlega það sem var að spyrja mig, hvað var það sem Dalai Lama gerði? Já og við hefðum ekki talað og fordæmt þetta með Dalai Lama í svona 40 þáttum í fyrra. Varst þú kannski með, tókstu öfugan? Sko, ég var nálægt í að klúra þessu en hann sem sagt bað ungan dreng um að sjúga sér tunguna. Já, emitt. Og nú þú og eins og fræktir orði, þá varst þú búin að vera stunda öfugan Dalai Lama fram til þess. Ná að þessu bölli Serrano. Já. Sería 17. Erindrekar Satans. Hæ? Það kom ný sería. Já, byrju, nei, var þetta þá ekki 18? Nei, 16 var síðast. Sería 16 enda á Dine Out. The Original Success. Við erum komin í seríu 17. Erindrekar Satans. Já. Einfallega þegar við erum umdildasta fjármála hlaðvarp þjóðarinnar. Já. Það sem aðrir jánka og lesa án þess að spurja. Þar erum við erindrekar Satans. Já, þannig að þú ert ekki að yfirfæra þetta yfir á fyrirtækin sem við erum að taka fyrir hérna. Nei, bara við erum erindrekar Satans. Ég held að Serrano verður nú seint þekkt fyrir það að vera erindreki Satans. Nei, við erum erindrekar Satans. Já, ég veit ekki, bara svona til að fyrir okkur ábyrðið hérna ef þetta er einhver misskilningur. Já. En það er eiginlega bara með hrein ólíkindu við séum ekki búin að taka Serrano keðuna fyrir. Já, akkurat, ég er sammála. Þetta er náttúrulega stórmerkileg saga. Raun rótgróið, þetta er orðið yfir 20 ára gamalt. Já, hvað getur það? 23? 22? Nei, þetta er sko, kennitalinn er stofnuð 2002. Já. Og það kemur fram að rekstur hefðist 2002, sagði 2022. 2002, já. Mér sýnist nú, samkvæmt ársreikningum að rekstur hafi ekkert kannski hafist almennilega fyrir en 2023. 2003? Nei, 2003, jésús. Svona samkvæmt sko fjármögnun og öðru. Samkvæmt öllu sem ég hef séð og ég er með söguna, opnaðir hugmynd 2001, opnað 2002 í Kringlunni. Það er nefnilega ekkert þetta. Já, ég fann greinar bara viðtölu þá. Já, það, ok. Annað, við tökum það kannski síðast. Þetta er ævintýra menn sem eiga þetta og stofna þetta. Einar, ég hitti hann í fyrra þegar hann var að stofna matöllina í Svíþjóð. Já, ég er ekki frá því að ég hafi hitt hann líka. Þú rakst á Kauða, heldur flottur. Hann er fluttur heim. Hann kemur pottið til þátt. Ég trúi ekki. Já, verið gaman að fá hann. Og hingað, Emil Helgi er nágrann okkar. Herru, Hlíðarsmór 6. Já, hann er hérna bara rétt hjá okkur. Það er bara, við erum hérna í Hlíðarsmór 8, Seðlabankanum. Þannig við þurfum að fara varlega í dag. Þess vegna er bara með eina rannsóknarspurningu. Hvað er þetta marga burritos á ári? Já, þetta er reyndar spurning sem brennur held ég á þjóðinni. Ég var reynda með líka, hvernig gengur útrásin? Já, þú kannski þræðir það hérna nánar í þinnum umfjöllun. Þættin er erlendis heita Zocalo. Þættinir? Nei, staðinir, já, Zocalo. Sorry, var það með hugan með Epstein Islands. Hanna, annað, ertu Serranos maður? Já, ég myndi alveg segja það. Heyrður hvað ég segi, Serranos. Hefur þú lent í þessu? Hvaða orða, en hefur þú lent í að fólk hendir S-i á bakvið þetta, Serranos? Nei. Hefur ekki lent í? Aldrei, bara held ég.
Nei, ég ætlaði að segja þetta fyrir ógeðsli töðunar á mig og kíkja á Serranos Því Serranos eitthvað dónulegt á latinu Nei, þetta er bara svo algengt Lords of the Rings, hefur ekki það? Nei, og sama með þegar fólk segir Games of Thrones Game of Thrones Já, ég er gott ef að það ekki brúðið fyrir einhvern tímann Games of Thrones Já, og leiðréttur það ekki alltaf Ekki Lords of the Rings Ég er kannski innan heila brenglaðar fólk, heldur þú? Svona maður skeitir S-i allstaðar Serranos er ekki til í minni orðabók allana Hann hafið það hlustendur, það er ekkert S í lokin á Serrano Það er Serrano Tax Happy Max Nei, hvað var það? Fresh Happy Max Setta á eitthvað svona Mexikost Það, já Mér langar nú bara helst að henda á eitthvað Narcos Já, setta á Narcos Tu el fuego Ég er með smá sögurskýringu Ekki það, þetta lag tengist á nokkurn hátt Vatsfjöldsstaðnum Að hluta til, við erum stödd á Íslandi árið 2001 Reyndar 2002 Emil Helgi Lárusson og Einar Örn Einarsson stofnaði fyrirtæki Serrano Veistu hvernig það kemur til? Ég skal segja það Einar var nýbúinn að ljúka háskólanámi í Chicago við Northwestern, hann er hagfræðingur Já, skemmtilegt og þar kynnist hann sem sagt, þessu konsepti að vera svona mexikóskir veitingastæðir þar sem að þú velur í Þetta er náttúrulega Chipotle er náttúrulega þekkt keðja þarna Sambarlegt, þegar ég var í Bandaríkjunum þá gerði ég ítrekkaða tilraun til að koma með svipaðan stað hérna heim sem heitir Salsaritas sem er bara í Suðuríkjunum Þannig að Einar, hann var 10 árum undan Hvað fékkstu það ekki í gegn? Þeir eru búin að vera að draga saman seglin síðan Það var uppáhalds allt síðan þá til Salsaritas Allána, hann það er þá til, kíkt á Salsaritas Hann er með hugmyndina þessu stað eftir að hafa verið í námi, erlendis, kemur heim hann og Emil eru vinir stofnaði þetta, í ofanálag þá bjó hann í Mexíkó þegar hann var 20 í eitt ár, Einar sko Þetta er grjóthart Já, þar kynnist hann svona matseldinni og þeir allavega taka sér til, stofna Serrano, fyrst staðurinn opnar í Kringlunni eitt innan nett, vörumerki og útlitið var hannað af DBT sem þá væntanlega einhver auglýsingastofa inn í Svega stendur Vatikanið Já, er það ekki nett? Býttu hvað, akkur höfum við ekki hirtið þetta? Geggja nafn á fyrirtæki Þetta er eitthvað sem fór á hausinn fyrir hrun eða? Það hlýtur að vera sko, þeir hafa bara græja Serrano og svo bara ekkert eftir það Þetta er voldugt nafn Já Auglýsingastofan Vatikanið Ég var bara að hugsa að maður stofnar einhvern tímann Þetta er svona gott nafn á fyrirtæki fyrir einhvern Já, við erum Vatikanið Vatikan EHF Og svona eins og Nóa er alltaf með skemmtanastjóra þá er bara æðstimaðurinn er bara Páin Svo er hann með kardinála Já, ég er kardinál í markasmála Svo Vatikaninu Er það ekki það sem að Veitu hver Er þetta ekki sammála það? Þetta er svona, það er eitthvað við þetta Veitu hver var með þetta Svo ef að skehjólar í því þá var alltaf einhver svona má Það var eitthvað fyrirtæki sem var með skipstjóri eða eitthvað svona Svo var með eitthvað svona nöfn eftir Nova hefur náttúrulega farið með alls konar útfærslur af þessu Skemmtanastjóri Já, skemmtanastjóri eitthvað Já, dansgólfið Já, þannig að þú veist það er alls konar en mitt Vatikanið og kardinálarnir Þú með Páan sem er forstjórin Svo ertu með kardinálarna sem eru framkvæmdastjóri Já, kardináli rekstrar, kardináli markasmála Hvað myndur þú kalla viðskiptaunina? Fermingardrengi eða? Já, sko við erum halda áfram Trúfélagana Fyrsti staðurinn opnar í Kringlunni Sko, og það segir hér er fyrir rétt að þeir unnu að mestu sjálfi við þetta fyrstu 3-4 árin fjármögnuðu sem er eigin sparifé Já, eða hvað, við sjáum til með það Já, þú ert með kenningar um það Já, kenningar, ég er bara með staðarendur kallið minn Já, herru, þá henduðu bara gamla góða á mig Engi sprettan Ekki orða marka sem ég segi hér dag Steindi er farin að nota engi sprettan óspart í FNÍFM blöð Inspired Við erum áhrifavaldar Við þurfum að senda honum bettan, þannig að hann getur verið með Já, við þurfum að gera það Heyrðu, sko, já, hér segir að það tók 4 ár þannig til að opna næsta stað frá Kringlunni Mér fannst þetta góð leksía til fólk sem er að hlusta 4 ár Þetta er ekkert overnight success, þótt þetta sjóri 21 árs Þeir voru kannski að skrifta þarna bara í Kringlunni dag eftir dag eftir dag eftir dag Svo bara kemur kallið og þeir, eða Einar segir hér í viðtalið 2008 að það var raun ekki fyrir komnir á N1 hringbraut sem að þeim finnst þeir séu orðin svona keðja komnir með fleiri staði Kæru hlustendur, já það er nóg eftir að þessum þætti en til að hlusta á restina þá verðið að fara inn á partus.is pingjan
Hvað mörg pí í þessu, Arnar? Ég veit ekki, ég þekki það ekki 1490 krónur allavega fyrir að slást í för í pingjubandalagið og það er mikils að vinna þar. Það er verða fríðindi, það verða íventar og það verða viðtöl og allur fjandinn, ársreikningar. Þið vil ekki missa því, þannig að allir ársreikningar þættir inn á partus.is/pingjan og komið með okkur í ferðalag. Ekki orðum það mér.